Þetta auðvitað leikrit sem að flestir ef ekki allir þekkja og Hjörtur Már Benediktsson sem er best þekktur sem Mikki Refur í dag mættur til mín, heill og sæll. Já, blessaður sæll. Hvað segir Mikki? Nú, það bara allt gott að frétta af honum, sko. Er það ekki? Jú. Hann bara slagur í grenninu sínu svona á milli helga. Já, milli helga. Já. En svo skýst hann út úr grenninu alltaf á laugardögum og sunnudögum klukkan 2 og gerir allt vitlaust í leikhúsinu í Hveragerði. Er hann svona slæmur? Nei, er það? Nei, það hefur... Þetta er nú besta skinn? Já, það endar með því. Það hefur ekkert ball hlaupið út ennþá. Nei. Og konuna sitja sem fastast líka. Já, ég heyriði nú að Mikki Refur væri nú ansið vinsæll hjá kvenþjóðinni. Já, það er það er sækja svolítið í refi í þessu konu. En þetta leikrit, Hjörtur, þetta er náttúrulega leikrit sem að allir þekkja, Dýrin í Hálsaskógi. Já, það er alveg merkilegt með það. Þetta er ekki bara fyrir börn, heldur er boðskapurinn þannig að fólk sækir í þetta. Boðskapurinn er virkilega góður og segir okkur það að öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir og það er ekki bara í skóginum, heldur bara í öllum heiminum og öllu þessu mannlega lífi. Já, það er kannski helst í boðskapurinn í þessu eða? Já, það er það. Þetta er stór boðskapur og svona dulinn má segja. Þetta er Torbjörn Egnir, þessi norski snillingur, hann lætur dýrin vera í þessu aðalhlutverki til að kenna okkur mannstjafninni hvernig best er að haga sér í lífinu svo að allt gangi nú smurt og vel. Já. Og það er einmitt það sem hefur lifað í gegnum aldirnar og hefur oft verið sagt að öll dýrin í skóginum hefur verið vinir. Já, og þannig er að þegar Martin kemur á fund Bánsapappa þá segir hann að ástandi í skóginu sé orðið þannig að litlu mýsnar geti bara ekki farið út úr húsi án þess að eiga þá hætta að vera étnar upp til agna. Já. Og það er Patti Broddgöldur og Mikki Refur og fleiri kallar sem eru þar fremstir í flokki við að éta litlu dýrin. Já. Og við sjáum þetta nú líka í þessu samfélagi okkar að það er nú oft þannig að stóru kallarnir vilja nú éta litlu kallarna. Já, þessu litlu, það er bara þannig. En þú og Steindór Gesson sem fyrir með hlutverk Lilla Klifumúsar, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem að þið leikið þetta saman á sviði? Nei, við byrjum á þessu 1990, þá var þetta frumsýnt fyrst í leikhúsinu hjá okkur í Hveragerði og svo aftur 2000 minnum mig og svo aftur núna. Já. Þannig að það eru 26 ár síðan við byrjum í þessu og já, eins og ég sagði einhver tíman í einhverju viðtali að sennilega verðum við orðnir 86 ári í göngugrind ef við tökum þetta næst. Þið hafið þá vantarlega ekki þurft að með texta og fleira þurftur að fara aðeins yfir þetta kannski eða? Já, þetta er nú farið að ryðka en þetta var nú fljótt að rifjast upp alveg merkilega fljótt sko. Já. Það var það og svo eru aðra áherslur þegar kemur ný leikstjóri og svona en textinn er alveg óbreyttur sko í sjálfum sér. Já. En að setja upp svona leikrit það náttúrulega kostar tíma og það kostar mannskap. Þeir eru með gott fólk með ykkur? Já, þetta kostar mikinn tíma og miklar fórnir og fyrirhöfn og þessi börn og þessir úlingar sem eru með okkur þessum eldri sem náttúrulega við þekkjum þetta, þessi eldri en það er alveg merkilegt hvað þetta unga fólk er tilbúið að fórna sér í þetta þetta er búið að vera æfingar á nánast á hverjum einasta degi síðan 4. janúar. Já. Og fólk hefur orðið að hætta við eins og einhverjar veislur kannski og æfingabúðir og ferðalög og eitthvað svona og lætur þetta ganga fyrir því að þetta er náttúrulega bara einn stór keðja sem ekki má slitna og einn lekkur, hann bara er nóg til þess að keðja slitni þannig að það leggjast allir á áratnar að þetta gangi bara vel. Já, og þetta er kannski eitthvað sem að ábyggilega margir átt að sig ekki á að ef þið langar að verða leikari og taka þátt í sýningu að þá þýðir það að þú þarft að fórna ykkur. Já, það þarf að fórna miklu og meðan á þessu stendur en þetta er bara svo gaman sko, auðvitað verður fólk þreytt og kannski svolítið pirrað að þurfa alltaf að mæta alla daga en svo þegar sýningarnar eru byrjaðar þá gengur þetta svo vel og fólk fær svo mikið út úr því að standa á sviði og gefa af sér en það er það líka sko að þegar menn eru búin að gera svona sýningu að þá verða þeir oft úrvinda þreytu það er lagt allt í þetta. Já, og þeir eru núna gjörsamlega að uppskera eftir þessi erfiði að þú veist það var uppselt síðustu helgi, það er uppselt núna helgina, er það ekki rétt? Jú, ég held að sé uppselt líka 5. og 7. mars. Já. Ég held ég færi rétt með og það er einhverjur á biðlista og svo er næsta sýning 12. mars og 13. og það eru fáir miðar eftir 13. veit ég og þannig það er mikið hringt og pantað. Þetta lítur að vera líka
vítaminsprauta og bara gaman að sjá að það er uppselt sýning eftir sýningu. Það nú kikkið í þessu sko. Já. Það bara að leika fyrir fullu húsi, það allt öðruvísi að leika kannski fyrir 5. Já. Það segir sér sjálf. Ég skal nú trúa því. Já. En hvað eru margir sem koma að leikritinu? Það eru cirka 20 leikarar sem að leika og stíga á svið og svo náttúrulega sko sennilega annað eins, ábyggjur 20 mann sem er svona á baksviðs. Leikmyndasmiðir, málarar, listamenn, förðunarfræðingar, búningasaumur og hönnuðir og miðasölu fólk og fólk í sjoppu og allt mögulegt. Þannig það ábyggilega 40 manns allavega sem að kemur að þessu með einum eða öðrum hætti. Já, nákvæmlega. Leikstjórinn, hvað getur þú sagt mér hana? María Pálsdóttir, hún kemur úr, hún nú Eyfirðingur og leikona. Hún nú þekkt. Hún þekkt, já, fyrir það að leika, hún með þeim í pörupiltum. Konur leikarar í Reykjavík sem að klæða sig upp sem kalla og eru með kynfræðslu með þess að núna í borgarleikhúsinu minni mig og farum í skólana og segja börnum hvernig á að gera og hvernig ekki á að gera. Já. Og svo lék hún nú aðhlutverkið í Gullna hliðinu hjá leikfélagi Akureyrar fyrir 2-3 árum. Þá lék hún Guttuna sem að fór með Sálina sjónsmís. Já. Þetta hörku kvendi og mjög svona stípulög raksum og lét hlutina ganga og það var ekkert hangs eða dól, það var lærið heilmikið af henni. Nákvæmlega. Aðeins að leikritinu ykkar Týrinn í Hálsaskógi elsti og yngsti sem tekur þátt í leikritinu. Já. Ertu með það á hreinu eða? Já, Steindór nú trúlega elstur, hann verði ekki, hvað ég segja, allavega ekki 63 ára þess ári. Og sá yngsti sennilega bara 11-12 ára, eitthvað svoleiðis. Já. Þannig það töluverður munur þar á milli. Þetta er skemmtilegt. Já, mjög gaman og þetta svo gefandi og þroskandi fyrir litlu krakkana og unglingarna og alla að taka þátt í þessu. Já. Þetta þeir læra þarna öguð vinnubrögð og taka tillit til hvers annars og svona. En leikfélag Hveragerðis ótrúlega sterkt áhugamannafélag og þið setjið upp sýningu á hverju ári, eða ekki? Jú, leikfélagi verður sko 70 ára næsta ári, það var stofnun 1947 og það hafa verið settar upp sýningar hverju einasta ári í öll þessi ár, í 70 ár. Já. Þannig það telst nú gott. 70 ára næsta ári? Já. Og þá verður nú eitthvað hátíð? Já, það svona verið að leggja höfuð í bleyti. Komdu með eitthvað skúp? Ég get ekki alveg, þá væri nú gaman en ég ætla nú ekki að tala af mér en það er ekkert ákveðið þessum efnum en þetta lætur fólk hugan reika og hérna er með ýmsar hugmyndir. Já. Það verður ábyggilega flott þegar því kemur. Þetta verður spennandi að fylgjast með þessu. En fyrir áhugasamir sem vilja koma og sjá þetta frábæra leikrit, það er náttúrulega uppselt núna helgina. Og langt best að fylgjast bara með á Facebook síðu leikfélagsins, þar koma fram allar upplýsingar, þar símanúmer, þar sýningadagar, myndir og annað sem að fólk getur fylgst með og að gera hringja bara í miðasölu síman. Já. Sem að það gefin upp og eins eru auglýsingar í dagskráni hérna á Suðurlandi, flottar myndir í síðasta blaði og auglýsing frá okkur. Svona árin ég sleppið að þá er ég búinn að muna eftir þér bara frá þegar ég var polli. Já. Bara lítill drengur, mann eftir þér hjá Hemma Gunn til dæmis. Já. Ert þú búinn að vera fastur við grínið eða leikinn frá því að þú mást eftir þér eða? Já, ég tók þátt í skólaleikritum náttúrulega mjög snemma og svo náttúrulega í leikfélaginu í 35 ár og svo var ég náttúrulega í þessu uppistandi þarna í 15 ár meðan á Hemma Gunn tímabilinu var og fór víða land og var að skemmta með eftirhermum og söng og glensi á árshátíðum og þorrablótum all land þarna í 15 árin en síðan hefur það nú dalað og það er ágætt að hætta á toppnum bara eins og Abba á bílarnir sko. Já, ertu fyndinn, Hjörtur? Nei, ég veit það ekki það er ekki gott að segja, það er ekki mitt að dæma það. Nei, það er gaman þegar fólk getur hlegið. Sjálfsögðu, það er fyrir öllum. En takk fyrir komuna, Hjörtur. Eigum við ekki að gefa kannski 1-2 miða hérna á eftir? Jú, endilega gerið það og þá getur við komandi bara hringt í miðasölu síman og valið sér eitthvað dag. Já, hvernig hann vil koma en því að það er uppselt þarna 5 sýningar þá við komandi getum þá bara haft samband til ykkar. Já. En gangi ykkur vel helgina og takk fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Takk.